En við byrjum á miklu hitamáli innan kirkjunnar. Prestar sem nýta hlunnindi kirkjujarða fá samtals 10 milljóna króna árlega í arð af þeim. Biskupinn yfir Íslandi, Agnes M. Sigurðardóttir, telur þetta fyrirkomulag ekki sanngjarnt, einkum þegar haft í huga að margar sóknir á landsbyggðinni eiga í fjárhagserfiðleikum. Prestar í stórum prestaköllum í þéttbýli geta að sama skapi hækkað tekjur sínar verulega með hinum ýmsu aukaverkum sem greitt sérstaklega fyrir. Þegar allar gerðir hlunninda prestastéttarinnar eru teknar saman ljóst að verulegir hagsmunir í húfi fyrir marga að halda í óbreytt ástand. Biskup hefur skipað svokallaðan ráðgjafarhóp sem á að endurskoða kerfið. Jóhannes Gáur Kristjánsson og Sigurður Jakobsson taka nú við. Kirkjuþing æðsta vald þjóðkirkjunnar. Þar stefnan mörkuð og reglurnar settar. Kirkjuráð sé svo að framfylgja reglunum, stefnunni og sjá reksturinn. Biskup æðsti embættismaður þjóðkirkjunnar. Kirkjuráð hefur mikil völd og stjórnar í raun öllum rekstri þjóðkirkjunnar, þar á meðal öllum fasteignum hennar, sem eru margar og verðmætar. Þeir sjóðir sem heyra undir kirkjuráð eru kirkjumálasjóður, kristnisjóður, jöfnunarsjóður sókna og kynningar fræðslu og útgáfusjóður kirkjunnar. Samkvæmt fjárlögum ársins 2014 fær þjóðkirkjan tæpa 4 milljarða króna til rekstursins, en inn í þeirri upphæð eru sóknargjöldin sem innheimti eru í formi skatta. Hvernig standa fjármál þjóðkirkjunnar? Þau standa frekar illa. Eftir hrunið fær þjóðkirkjan minna fjármagn samkvæmt samningum eins og aðrar stofnanir þjóðfélagsins. Allir prestar þjóðkirkjunnar eru opinberir embættismenn á launum frá ríkinu. Ríkið greiðir einnig laun starfsfólks biskupsstofu. Samtals nema þessar launagreiðslur á þessu ári tæpum 1,5 milljarði króna. Þessi greiðsla ríkisins tilkomin vegna kirkjujarðasamkomulagsins frá 1997, en það samkomulag má rekja aftur til ársins 1907 þegar ríkið tók yfir stærstan hluta af jörðum kirkjunnar. Þjóðkirkjan álítur að ríkið sé að greiða arð af þessum eignum sem það fékk frá kirkjunni fyrir rúmum 100 árum. Fasteignir þjóðkirkjunnar heyra einnig undir kirkjuráð sem stjórnar kirkjumálasjóði sem skráður eigandi fasteignana. Kirkjumálasjóður á 62 pressetur víðsvegar landið. Sumum þeirra fylgir land kirkjunnar og hlunnindi. Þegar prestur tekur við pressetri undirritar hann svokallað haldsbréf, ákveðið form af leigusamningi. Í haldsbréfinu koma fram upplýsingar pressetrið, húseignir, jarðareignir, ítök og hlunnindi. Í haldsbréfinu einnig tilgreint húsaleigugjald pressins sem nemur 3,3% af fasteignamati á ári og bundið vísitölu. Leigan sem presturinn greiðir skal aldrei vera lægri en 43.000 krónur á mánuði og aldrei hærri en 83.000. Það hefur verið borin upp til á kirkjuþingi að haldsbréfum verði sagt upp og samið á ný við presta. Þarf ekki að gera það eða hvað finnst þér það? Það gæti orðið í framhaldinu að þessari skoðun minni að það gert. Og þannig ég get ekki svarað því núna með já eða nei, ég þarf að skoða þetta fyrst. Hér í Saurbæ á Hvalfjarðarströnd pressetur. Presturinn sem hér situr greiðir rúmar 83.000 krónur í húsaleigu á mánuði og innifalið í henni eru allar fasteignir á jörðinni, öll hlunnindi, allt ræktað land og öll gjöld, fyrir utan hita og rafmagn sem presturinn sjálfur þarf að greiða úr eigin vasa. Heldur að krafa samfélagsins mun ekki snúast það að haldsbréfunum verði sagt upp og það verði samið á ný við prestana. Þeir eru að borga mjög lága leigu en á sama tíma að njóta alls arðsins af jörðinni. Jú, þetta bara eitt af því sem skoðunin. Hins vegar ber líka þess að gæta að þeir sem eru á jörðunum og sinna þeim og gæta hagsmuna kirkjunnar þar og fá arðinn af hlunnindunum, að þeir eru náttúrulega líka að það eitthvað kostnaður sem fylgir því. Ef maður fer í gegnum fundagerðir kirkjuráðs þá eru stanslaust að berast beiðnir ýmis viðhaldsverkefni á pressetrunum sem eru í mörgum tilvikum samþykktar og greiddar af kirkjumálasjóði. Já, það rétt. Það verið að greiða viðgerðir á húsnæðinu, en það til dæmis ekki verið að greiða fyrir það að girðingar séu endurnýjaðar eða túnin séu lagfærð eða
eitthvað slíkt. Það er ekki verið greiðið fyrir það. Kirkjuráð fjallar og tekur ákvarðanir viðhald og umsýslu prestssetrana og hlunninda sem þeim fylgja og í fundargerðum kirkjuráðs sést að mikið er rætt þessi mál. Í kirkjuráði sitja 5 manns, biskup sem er formaður, 2 leikmenn og 2 prestar. Annar þeirra er Gunnlaugur Stefánsson, prestur í Heitölum í Breiðdal, þar sem hann hefur setið frá árinu 1987. Hann var þjóðþekktur þegar hann var kosinn á þing fyrir Alþýðuflokkinn árið 1991, en hann gegndi bæði preststarfinu og þingmennskunni til ársins 1995. Heitalir eru mikil hlunnindajörð, en mestu hlunnindin liggja í æðarvarpi í Breiðdalseyjum. Samkvæmt fasteignamati er æðarvarpið metið á rúmar 10 milljónir króna. Kirkjujörðin á einnig rúmlega 16% hlut í Breiðdalsá sem í fasteignamati er metin á tæpar 4 milljónir króna. Til að halda utan rekstur af dúmteki og laxveiðihlunnindum á kirkjujörðinni stofnaði Gunnlaugur einkahlutafélagið Háhólma. Samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2008 námu tekjur af æðardúni og laxveiðinni rúmur 2,3 milljónum króna. Hagnaðurinn það ár var 200.000 krónur. Frá árinu 2009 hefur fyrirtæki Gunnlaugs hagnast 1,5 milljón. Hreindýraarður sem tilheyrir Heitölum rennur beint til prestsins, en frá árinu 2005 hefur Gunnlaugur fengið greiddar samtals tæpar 900.000 krónur úr þeim potti. Gunnlaugur sagði í samtali við Kastljós að allar tekjur sem hann hafi af jörðinni farið til viðhalds og varðveislu hennar. Stefán Már Gunnlaugsson, sonur Gunnlaugs, er prestur að Hofi í Vopnafirði, en á þeirri kirkjujörð eru mikil hlunnindi vegna eignarhluta kirkjunar í Hofsá og Sunnudalsá sem í fasteignamati eru metnir á tæpar 75 milljónir króna. Stefán Már fær helming af öllum arði sem til verður af þessum hlunnindum kirkjunar. Samtals hafi 10 milljónir króna á síðustu 2 árum runnið í vasa prestsins. Stefán nýtur líka arðsins af hreindýrum, en frá árinu 2005 hefur hann fengið samtals 1 milljón króna. Þeir feðgar Stefán og Gunnlaugur eiga samlagsfélagi Hofsborg SLF og þeir eru báðir formenn veiðifélaga. Gunnlaugur er formaður veiðifélags Breiðdalinga og Stefán er formaður veiðifélags Hofsár. Nú eru dæmi það að á hlunnindajörðum kirkjunar sitja prestar í sóknum sem eru í fjárhagsvanda. Skilur sóknarbörnin gremju þeirra þegar þau vita að presturinn er kannski að fá milljónir í vasan á sama tíma þau get ekki laga kirkjuna? Já, ég skil vel gremju þeirra og vil svo sannarlega þess vegna skoða málin mjög ítarlega. Valþjófsstaðir á Fljótsdalshéraði hefur löngum verið talin mesta kostajörð Austfjarða og þar hefur verið prestssetur aldir. Lára G. Oddsdóttir hefur verið prestur þar frá árinu 1998. Hlunnindi Láru hafa verið umtalsverð frá byrjun því árið 2004 fékk hún rúman helming af 15 milljóna króna bótum frá Landsvirkjun vegna rasks á kirkjujörðinni. Lára satt beggja vegna borðsins á þessum tíma því hún satt í stjórn prestssetrasjóðs sem þá fór með öll fjárhagsmálefni prestssetrana. Arður Láru af kirkjujörðinni er enn meiri. Frá árinu 2005 hefur Lára fengið allan arðinn af hreindýraveiðum, alls tæpar 11 milljónir króna í eigin vasa. Jörðinni fylgir sauðfjárkvóti sem presturinn nýtir endurgjaldslaust. Lára Oddsdóttir sagði í samtali við Kastljós þar sem hún væri ábúandi jarðarinnar fengi hún arðinn af kirkjujörðinni samkvæmt ábúðarlögum. Á Vesturlandi, ekki svo langt frá Reykjavík, eru einnig gjöfular prestsetursjarðir í eigu þjóðkirkjunar. Við skulum byrja á Reynivöllum í Kjós, þar sem Gunnar Kristjánsson hefur setið sem prestur í 36 ár. Kirkjujörðin á hlut í Laxá í Kjós, sem í fasteignamati er metin á 22 milljónir króna. Arður af hlunnindum prestssetra getur numið frá nokkrum þúsundum króna á ári til milljóna. Hér á prestssetrinu Reynivöllum í Kjós hefur presturinn fengið 2 milljónir króna á ári í arð af hlut kirkjunar í Laxá í Kjós. Á Saurbæ á Hvalfjarðarstönd hefur Kristinn Jens Sigurþórsson setið sem prestur frá árinu 1996. Prestssetrið á rúmlega 5% hlut í Laxá í Leirársveit sem metin er á 17,5 milljón króna samkvæmt fasteignamati. Arður af þessum laxveiðihlunnindum kirkjunar er 1,5 milljón króna á ári.
Presturinn í Saurbæ nýtur einnig arðs af lóðaleigusamningum og fær 2,5 milljón króna á ári út úr þeim. Samtals fær Kristinn Jens því 4 milljónir króna á ári í arð í eigin vasa af hlunnindum kirkjujarðarinnar og þá ekki meðtalinn sauðfjárkvóti í eigu kirkjunar sem presturinn nýtir endurgjaldslaust. Kristinn Jens hefur sótt rétt sinn til arðs af kirkjujörðinni nokkuð fast. En árið 2005 stemdi Kristinn Pressetrasjóði vegna bóta sem sjóðurinn hafði fengið frá Landsneti vegna lagningar rafmagnslínu í landi Saurbæjar. Landsnet greiddi Pressetrasjóði rúmar 9 milljónir króna og vildi Kristinn Jens fá allar bæturnar með þeim rökum að rafmagnslínan hefði verið lögð á þeim hluta kirkjujarðarinnar þar sem hann ætlaði að byggja upp frístundabyggð. Vísaði Kristinn Jens í fordæmið frá valdþjófsstöðum þar sem Lára Oddsdóttir fekk helming af bótum Landsvirkjunar. Pressetrasjóður var sýknaður af kröfum pressins í Saurbæ. Á Breiðabólstað í Fljótshlíð hefur Önundur Björnsson verið prestur frá árinu 1998. Önundur hefur komið upp gistiaðstöð í útihúsum á pressetrinu sem hann gerði í óleyfi, en framkvæmdirnar voru að hluta til kostaðar af honum sjálfum og Pressetrasjóði fyrirrennara kirkjumálasjóðs. Allar tekjur af gistiaðstöðinni renna í vasa Önundar og meðal annars leigutekjur upp á rúma 1 milljón króna frá veiðifélagi Eystri Rangár. Breiðabólstað fylgir sauðfjárkvóti í eigu kirkjunar sem Önundur nýtir, en samtals á þjóðkirkjan sauðfjárkvóta sem metin á 55 milljónir króna. Kirkjan hefur engar tekjur af þessum kvóta sem prestarnir nýta og fá arðinn af. Árið 2012 greiddi ríkið tæpar 11 milljónir í beingreiðslu til prestana vegna sauðfjárkvóta kirkjunar sem prestar á pressetrum nýta. Biskupsstofa með allar upplýsingar hlunnindi presta inn á borði hjá sér? Nei, ekki allar. Hún með upplýsingar sem birtast í haldsbréfum og upplýsingar sem birtast í lögum og reglum, en hún hefur náttúrulega ekki upplýsingar það sem að fer í vasa prestana. Þá ekki hægt að flokka eitthvað af þessar hlunnindanýtingu sem svarta atvinnustarfsemi? Ég vil nú ekki halda því fram að prestar sé að svindla á kerfinu, því ég bara, vonandi það bara þannig að þeir gefa þetta allt upp til skatts eins og lög og reglur gera ráð fyrir, og það ekki, ég bara get ekki ímyndað mér annað. Ég hef allavega ekki neitt í höndum það að svo sé ekki. Viltu að það veri skoðað? Varðandi skattalögin og reglurnar hér í landinu, þá eru önnur yfirvöld sem skoða það. Fjölmörg önnur pressetur njóta hlunninda, sérstaklega í formi arðs af lax eða silungsveiði. Þetta sést í fasteignamati pressetrana. Stafholt í Borgarfirði, laxveiði í Norðurá og Hvítá metin á rúma 14,5 milljón í fasteignamati. Staðastaður á Snæfellsnesi, lax og silungsveiði rúm milljón og dúntekja rúmar 3,5 milljónir. Holt í Önundarfirði, dúntekja 3,5 milljón samkvæmt fasteignamati. Melstaður í Húnavatnssýslu, laxveiði í Miðfjarðará 8 milljónir. Laufás Grýtubakkarhreppi, laxveiði í Fnjóská rúmar 3 milljónir. Skútustaðir við Mývatn, veiði í Mývatni rúmar 4 milljónir. Skálholt, lax og silungsveiði sem metin á tæpar 750.000 krónur. Og svo það pressetrið Árnesi í Trékyllísvík á Ströndum sem hefur verið lagt niður en varð frægt í heimildarmyndinni Jón og séra Jón. Sú mynd segir sögu Jóns Ísleifssonar press sem vildi ekki fara af pressetrinu. Í myndinni nefnir Jón hlunnindi jarðarinnar. Það að þessi eyja í verðmætum gefur af sér meira en öll lömbin í sveitinni. Samkvæmt fasteignamati hlunnindi Árnes vegna æðadúns rúmar 10 milljónir króna. Kirkjuþing síðustu ára hafa samþykkt að selja pressetrið Árnes. Það hefur þó ekki enn verið selt. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar frá 2011 biskupsstofu, sóknir og sjóði kirkjunar einmitt gagnrýnt að samþykktum kirkjuþings væri ekki fylgt eftir og stjórnsýslulegar ákvarðanir væru handahófskenndar. Þá var einnig gagnrýnt að biskup taki of mikinn þátt í rekstrarlegum ákvörðunum þjóðkirkjunar.
Hlutverk hans ætti fyrst og fremst að snúa að andlegum málefnum en ekki veraldlegum og biskupsstofa ætti að aðskilja stjórnun á trúarlegum málefnum og stjórnun fjármála. Að mati Ríkisendurskoðunar þarf að sameina sjóði kirkjunnar til að auka gagnsæi í fjármálum stofnunarinnar. Eru fjármáli þjóðkirkjunnar ekki gagnsæ? Það er akkurat þetta með sjóðina. Það er einmitt búið að vera að vinna í því. Að gera þetta gagnsæra og þannig að verið auðveldara fyrir bara hvern sem að átta sig á því hvernig þessum fjármálum háttað. En ekki dálítið hólur hljómur í kröfum þjóðkirkjunnar að fá meira fjármagn á sama tíma og prestar víða land að fá arð af hlunnindum kirkjunnar beint í vasann? Það er víða potti brotin og það þarf að skoða þessi mál mjög vel og til þess hef ég fengið mér hóp til ráðgjafar. Bæði til þess að skoða hvað presturinn eigi að vera í framtíðin og eins til þess að skoða hlunnindamálin. Þetta er ekki sanngjarnt, nei, mér finnst það ekki. Þess vegna verið að skoða þetta og kirkjuþing hefur nú þegar verið að skoða þetta gegnum árin og það hefur verið breytt reglum frá kirkjuþingi þannig að þjóðkirkjan sem stofnun fái hluta af þessum hlunnindum til sín. Er ekki eðlilegt að embættismaðurinn prestur sinni bara preststöfum, hafi garð í kringum húsið sitt á þeim stað sem hann býr og borgi markaðslegu fyrir? Þetta er einmitt eitt af því sem ég er að skoða núna þessa dagana. Og ég skal svara þér þegar ég er búin að komast að niðurstöðin eftir einhverjar vikur eða mánuði. Hlunnindamál presta hafa verið bitbein innan þjóðkirkjunnar lengi, hvort sem ræðir hlunnindi presta af jörðum kirkjunnar eða vegna greiðsluna fyrir aukaverk presta í þéttbýli, sem geta numið töluverðum upphæðum hjá presti í fjölmenni sókn, þar sem margir fermast, giftast og eru skírðir. Hefur biskupsstofa fengið upplýsingar að prestar gefi ekki upp greiðslu fyrir aukaverk og gefi þær ekki upp til skatts? Mér er ekki kunnugt það. Prestar þjóðkirkjunnar fá meira en bara launin frá ríkinu, hlunnindi prestssetrana og greiðslur fyrir aukaverkin. Þeir fá greiddan svokallaðan embættiskostnað fyrir akstur, skrifstofuhald, síma og kostnað vegna fatakaupa. Þessar greiðslur nema á þessu ári 120 milljónum króna fyrir 126 presta þjóðkirkjunnar. Er þjóðkirkjan farin að snúast of mikið peningar? Ég held nú ekki, en það er nú bara þannig að peningar stjórna svolítið miklu vegna þess að peningar eru notaði til að borga laun þjónana, peningar eru notaði til að reka starf, halda við húsum og svo framvegis. Því við bæta að Skúli Eggert Þórðarson ríkisskattstjóri sagði í samtali við Kastljós að prestar og tekjur þeirra sæti eftirliti skattyfirvalda eins og annara þjóðfélagshópa. Ef tilefni væri til, þá yrði mál prestastéttarinnar tekin til frekari athugunar, hvort sem það væri eftir ábendingar greiningardeildar ríkisskattstjóra eða með öðrum hætti. Við munum halda áfram umfjöllun okkar þetta mál á morgun og við minnum á netfang þáttarins Kastljós hjá ruvaf.is.